Þakka þér fyrir. Og eins og Jón Ingi sagði, þá yfirskriftin stjórna fjölmiðla kosningaúrslitunum. Og eins og hann sagði þá þetta svara þessar spurningu svo sem strax. Svarið mitt já, en samt með fyrirvörum, ákveðnum fyrirvörum. Og sem ég ætla að tala í aðeins á eftir. Ég hef sjálfur talsverða reynslu af fjölmiðlum og umgengni við þjóðflokk sem að kalla stjórnmálamenn og var umsjónarmaður fjölmargra kosningasjónvarpa á Stöð 2 á sínum tíma og bar þar með ábyrgð á allri umfjöllun pólitík í þeim miðlum sem að heima undir 365 fyrir og meðan á kosningum stóð. Og til þess að menn átti sig á samspili fjölmiðlamanna og stjórnmálamanna og stjórnmálaflokka, þá nauðsynlegt að útskýra þessi vinnubrögð fjölmiðla, þar að segja hvernig þeir hugsa, hvernig þeir meta fréttir, af hverju þeir sleppa sumum fréttum og taka aðrar. Og við skulum byrja aðeins á einni glæru hér, sem okkar umræðefni að svolítið neti. Það liggur ljóst fyrir að sýnileiki frambjóða og frambjóðanda í fjölmiðlum skiptir gríðarlega miklu máli þegar kemur að úrslitum, hvort að flokkur nær einhverju flugi eða ekki. Meiri umfjöllun fjölmiðla hér einfaldlega að auki vægi verður hjá kjósendum, þar að segja að þeir kjósa frekar og meiri áhuga á kosningum. Og við kemur þetta fram. Það liggur líka fyrir að þekktir einstaklingar, fræga fólkið, það á mun auðveldara með að koma sér á framfæri. Þetta liggur ljóst fyrir og hefur sannast mörgum sinnum síðast í kosningum til stjórnlagaþings. Og síðan spurninginu, hvað skiptir meira máli, ímynd flokks og stjórnmálamanna eða málefni. Þetta svona nokkur af þeim atriðum sem við þurfum að fjalla aðeins Það liggur líka fyrir að ríkisútvarpsstöðvar og sjónvarpsstöðvar, það fjalla meira kosningar heldur en einkamiðlar. Þetta hefur verið sýnt fram. Við gerum líka meiri kröfur til þeirra. Þetta fjölmiðlar okkar allra og við gerum þar kröfur að það fjalli ítarlega kosningar og við gerum kröfur til þess að hlutlægni sé í hálega part hjá þessum stöðum. Þannig að við skulum hafa eitt alveg á hreinu að á Íslandi eru engin sérstök lög eða reglur fjölmiðla umfjöllun í sambandi við kosningar, ólíkt því sem að tíðkast við annars staðar. Þetta þýðir í raun að fjölmiðlar hafa sjálfsvald hvernig þeir fjalla flokka og málefni að miklu leyti í sinni umfjöllun. Það er að segja, það að vísu þetta siðareglur og það krafa að þeir séu hlutlægir og svo framvegis, en það ekki skilgreint sérstaklega hvernig þeir eiga að fjalla kosningar. Það bara ekki til í lögum. Það liggur líka fyrir að Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu hefur gert athugasemdir við þetta og hér á landi nú starfandi sérstök nefnd þar sem að fulltrúar stjórnmálaflokkanna eiga meðal annars aðild að, þar sem verið að fara yfir þessi mál og koma með tillögur sem eiga væntanlega að vera tilbúnar í næsta mánuði. Formaður þessar nefndar Finnur Beck, lögfræðingur, og fulltrúi til dæmis Framsóknarflokksins í þessari nefnd hún Sunna Gunnars og ég skilst að þær tillögur sem þessi nefnd mun skila af sér, þær verði ekki mjög miklar. Það er að segja, það ekki verið að koma með tillögur gagngera breytingar á íslensku lagaramma varðandi umfjöllun fjölmiðla. Og líka hafa það á hreinu að ÖSE, það er að segja Öryggis- og Samvinnustofnun Evrópu, hún kom ekki með mjög beinskeytta gagnrýni á hvernig staðið að málum í Íslandi. Hún kom með almennar svona athugasemdir, en þær eru ekki beinskeyttar eða miðast við ákveðnar tillögur beint. En við skulum hafa það á hreinu. Við skulum ekki gleyma því heldur að það náttúrulega gildi hér fjölmiðlalög á Íslandi og sem tók í gildi árið 2011.
þar kemur fram þessi krafa að fjölmiðlar uppfylli kröfur hlutlægni og nákvæmni í vinnubrögðum sínum fréttir og fréttatengt efni og gæti þess að mismunandi sjónarmið komi fram. Þannig að þetta mjög áríðandi klausa þó að það sé náttúrulega ekki skilgreint nákvæmlega hvað felst í þessu. Þú skulum ekki heldur gleyma því að það er ekki refsirammi ef fjölmiðill bregst þessu. Það er engin refsi ef fjölmiðlar sinna þessu ekki. Og í greinargerðinni með þessa 27. grein er það svona útlista aðeins nánar og þar kemur fram að fólk þurfa að hafa, til að geta tekið upplýstar ákvarðanir, þurfi fólk að hafa aðgang á ólíkum sjónarmiðum og hlutlægum upplýsingum og krafan hlutlægni felur meðal annars í sér að staðhæfingar sem settar eru fram skuli vera réttar og allar nauðsynlegar upplýsingar komi fram. Þannig að hérna er náttúrulega verið að ítreka það að hér eigi sjónarmið þína ýmsu aðila að koma fram í fjölmiðlum. En í sambandi við þetta má spyrja, er hlutleysi til? Er eitthvað til sem heitir hlutleysi á Íslandi varðandi fjölmiðlum? Og hérna er við reynda með fullyrðingu sem er kannski ekki endilega mín fullyrðing. Ég heldur sett þetta bara svona frans til þess að fólk hugsi aðeins. Vandamálið er það að hér fullkomna hlutleysi er náttúrulega ekki til. Fréttamenn og yfirmenn fjölmiðla, fréttastofa, þeir hafa ekki skoðanir. Þeir hafa skoðanir á þjóðmálum, einstaklingum, stjórnmálaflokkum og svo framvegis. Og við skulum ekki heldur gleyma því að þeir eru undir miklu álagi dagsdaglega, þessi fréttamenn. Ég þekki það mjög vel eftir að hafa verið í þessum bransa í það sem ég haldi á fjórðung. Hver fréttamaður þarf að skila 4-5 fréttum á hverjum degi. Það er krafa. Og þegar þetta setja þið inn í 4-5 mismunandi mál á hverjum einasta degi, skila þeim tilbúnum í lok dags, og hefum náttúrulega flutt til þess að kynna viðmælendur, fara kannski ekki bæja að taka viðtöl, setja þið inn í málið, reyna að tala við ólíka aðila, þá er þetta mjög erfitt. Þetta er gríðarlega erfitt. Þó að menn sem allir að vilja gerði til þess að sína þeirra þessum flesssjónarmið, þá er þetta bara mjög erfitt mál. Og þetta leiðir til óhjákvæmilega til þess að vinnubrögðin verða oft ekki mjög góð. Það er bara ekki að komast hjá það. Við ekki heldur gleyma því að mikið, og það leiðir líka til þess að stór hluti pólitískra frétta á Íslandi verður í formi upprópana. Pólitíkus kemur með stóra yfirlýsingur menn eða málefni. Hann fær umfjöllun vegna þess að yfirlýsingin er svona, þykir svona dálítið aggressív. Fjölmiðillinn hleypur í næsta mann, fær svar við þessari yfirlýsingu. Þá kemur hinn sem að byrjaði, vill fá svar aftur og svona gengur þetta koll að koll. Þá kemur spurningin, hvenær er komið nóg? Hvenær á fjölmiðillinn, blaðamaðurinn, fréttamaðurinn að segja hingað ekki lengra? Og þetta er orðið nóg þetta mál. Þannig, og þá er spurningin líka, er blaðamaðurinn orðinn sem sagt sekur brot á þessar hlutleysisreglum ef hann segir hingað ekki lengra. Ef ég lendi í deilum með einhvern pólitískan andstæðing, hann er með einhverja stóra yfirlýsingar um mig og ég hringi í fréttamann og segi nú ég vil fara að svara, hann leyfir mig kannski að svara, svo kemur hitt aftur og ég vil fá að svara á móti og segir fréttamann nei, ég er búin að nógu þessu máli, nefnir skilningur. Hvað þá? Er hann orðinn hlutræður? Það setur mörgum. Og við skulum líta svona aðra spurningar sem vakna. Hérna tók ég með mér til fréttablaði í borgum. Í þessu blaði eru, svo í öllum blöðum, þeir eru svona aðsenda greinar. Það þykir yfir frábært að komast inn með grein í Laugardagsblaði. Vegna þess að Laugardagsblaði lifir laugardaginn og stundaginn. Við erum bara á ballinu heima hjá okkur í 2 daga. Þeir ekki beint í ruslið, þeir hafi meiri tíma til að lesa og sinnir sem blöðum með betur. Hverjir fá inn í fréttablaðinu í dag? Með aðsenda greinar. Fyrsta greinin sem ég sé er á blaðsíðu 13 og það er Jóhanna Sigurðardóttir.
jafnaðarstjórn í 4 ár, uppbygging atvinnulífsins. Svo leita í næstu grein, það maðurnafni Guðbjartur Hannesson, endurreisn á forsendum jöfnuðar. 3. greinin eftir mannanafni Árni Páll Árnason, rótarmeini mikla. Loksins 4. aðili sem fær grein í dag kona, sem ég veit ekki hvort henni stjórnmálaflokkin skiptir kannski ekki öllu máli. Þarna erum við allavega með 3 fulltrúa Samfylkingar. Við skulum ekki gleyma því að það náttúrulega formannskjör í Samfylkingu og mikið álag og pressa á að menn komi sínum sjónarmiðum á framfæri. Við skulum ekki heldur gleyma því að Sjálfstæðisflokkurinn með 2 prófkjör í dag. Það engin grein eftir frambjóðanda Sjálfstæðisflokksins í blaðinu. Þýðir þetta að Fréttablaðið hlutdrægt? Það að hallast undir sjónarmið Samfylkingarinnar ef þeir birta 3 greinar eftir formann og frambjóðandur Samfylkingarinnar en enga grein eftir sjálfstæðismenn í dag. Samt alveg viss það, handviss það, að þeir hafa fengið fullt af greinum frá sjálfstæðismennum sem í framboði í dag. Þannig að spurningin alltaf svo, hvað setur mörkin? Hvenær fjölmiðill orðinn hlutdrægur og hvenær ekki hlutdrægur? Miðast það við umfjöllun dagsins í dag eða verðum að taka lengra tímabil, kannski mánuð, 2 mánuði og draga þetta saman svoleiðis? Í rauninni það náttúrulega miklu eðlilega. Það hvarflar ekki af mér að halda Ólafur Stephensen sé skyndilega orðinn gríðarlega mikið samfylkingarmaður. Það sé ástæða þess að hann birtir í dag 3 greinar eftir frambjóðendur og 2 frambjóðendur og formann Samfylkingar, enga grein eftir sjálfstæðismann. Þannig við þurfum aðeins að horfa á umfjöllun fjölmiðla í samhengi. Við má ekki horfa á umfjöllun fjölmiðla frá degi til dags og segja þessi fjölmiðill er hlutdrægur, hann talar ekki við mig, hann talar ekki við mitt fólk. Við verðum að líta á fjölmiðla yfir lengra tímabil. Og þessu til viðbótar, þá má ekki gleyma því að, eins og sagði að við höfum öll skoðanir, ekki síst fréttamenn, sem hafa ráðast til starfa mjög oft vegna þeir hafa mikla skoðanir á þjóðmálum. Þeir leita í fjölmiðlum sem þeir hafa skoðanir á þjóðmálum. Það ekkert óeðlilegt við það. Og þar með hafa náttúrulega skoðanir á stjórnmálum. Ég vinn með mörgum fréttamennum sem hafa voru gríðarlega pólitískir og hafðu starfað í ýmsu stjórnmálaflokkum. Og þá er spurningin, þurfum við að hafa sérstakt eftirlit með þessum fréttamönnum? Eru þeir hættara við því að vera hlutdrægir heldur en hinum? Sem segja mér persónulega sko, ég lenti ekki í því á öllum þessum árum að þurfa að segja við fréttamenn sem hafi starfað í stjórnmálum, heyrðu, þú ert hérna orðinn bæjast í þinni frétt, þú verður að breyti. Ég lenti aldrei í þessu, ég hef sagt að breyti út. Þannig að við erum til dæmis með núna, bara að við taka eitthvað dæmi, bara handahófi, innan 365 miðla, þar er ágættur fréttamaður sem var í mannlega framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. Þetta var framkvæmdastjóri þingflokksins, ég man ekki hvort það skiptir ekki öllu máli. Við erum með á öllum fjölmiðlum fólk sem hefur starfað innan stjórnmálaflokka. Og yfirleitt sinnir þetta fólk sem starfa ágætlega. Það er bara að segja sem það er. Sko ekki heldur gleyma því að stjórnmálamenn eru mjög gjarnir á það að draga fréttamenn í dilka. Þeir meta það oft svo, fréttamenn þegar við segja að býtu þú ert fréttamaður þarna, hvernig eru þína fréttir, þú hlýtur að tilheyra þessum flokki. Ég lenti í þessu sjálfur einu sinni á mjög skemmtilegan hátt, þá var það nú, já, nefnilegt talin held ég nokkur hlutleysingum með fréttaflutningi og lenti ekki mikið í svona upp á kant við stjórnmálamenn á mínum velli. En eitt sem gerðist það að ég sótt skrif til Norðurlandaráðs að gera á harti Færeyja, þess að gera
heimildamynd efnahagsástandið í Færeyjum sem var hrunið á þeim tíma. Það voru pólitíkusar náttúrulega sem að stjórnuðu því hverju fengu styrki frá Norðurlandaráði, fulltrúar Íslands í Norðurlandaráði. Það var þá ónefndur formaður eins stjórnmálaflokks sem að kom til mér á Alþingi, tók utan um mig, sagði, þú ert minn maður, við ánægðum með þig, þú munt fá styrk. Það stóð, ég fekk styrk. Ég skildi ekki, ég geti hvað var að hverju svona, ég eitthvað í þessum fólk. 3 vikur seinna var ég með frétta umfjöllun nokkra dagir rauðum á því málefni. Þá var ég búinn á styrking, rauðsamtíð. Þá hringdi þessi sami maður í mig 5 sinnum í röð, 5 kvöld í röð, stundvíslega klukkan 8. Þá hringdi síminn hjá mér, þar sem var fréttastjóri, og var alltaf í símanum. Hann var brjálaður, hann var trylltur. Hann öskraði á mig í síman í 12 tíma hver skipti. Sagði að ég var að eyðileggja sig og flokkinn og guður hvað. Þannig að við erum fréttamenn, við erum alltaf dregnir í dilka. Við erum alltaf að tilheyra einhverjum flokki, annars erum við vinir eða við erum óvinir. Flestir fréttamenn vilja ekki verið í þessum hanastæðum. Þeir eru reyna bara að sinna sínum starfi. Og þá er spurningin, hvernig sinna fréttamenn sínu starfi, og það var ágætur hérna fyrirlestur, eða fyrirlestur núna í vikunni í háskóla, það sem var sýnt meðal hans hönnun á hvernig fjölmiðlar hafa staðið sig, eða sem svona töluleg úttekt á hvernig fjölmiðlar sinntu stjórnmálaflokkum og öðru slíku í síðustu alþingiskosningum, sveitarstjórnarkosningum og kosningum til stjórnlaga þings. Það var könnun sem var gerð af Háskóla Íslands og var unnin af kennurum og nemendum. Þeir voru að bera saman umfjöllun fjölmiðla á þessum þremur kosningum. Og niðurstaðan, og það er merkilegt við það að við höfum ekki margar svona kannanir. Við höfum ekki margar kannanir það hvað fjölmiðlar hafa verið að gera. En ég gekk leyfi til þess að sýna nokkrar glærur úr þessu. Hérna sjáum við fjölda frétta kosningarna sem birtust í heild. Þetta er svona hálfum mánuður fyrir síðustu 2 vikurnar fyrir kosningar. Og þetta eru helstu fréttaveitur landsins. Við höfum talað dagblöð, sjónvarp og við höfum talað helstu netmiðla. Við sjáum það að það virðist vera mestur áhugi á alþingiskosningum síðustu, 632 fréttir á hálfum mánuði í heild. Aðeins minna en sveitarstjórnarkosningarnar, en mjög lítið stjórnlagaþingskosningar, 165 fréttir, það skiptir það náttúrulega. Af hverju var áhugi fjölmiðla svona lítill á stjórnlagaþingi? Eina ástæðan getur verið svo að þú voru með óheyrilegan fjölda frambjóðenda. Og fjölmiðlar lenda í miklum vandræðum þegar þeir eru komin með 500–600 frambjóðendur, hvern á að tala við og hvern ekki. Og það endar gott með því að þeir tala það við sérfræðingarnir, nota frambjóðenda sem eru svo margir, það getur komið til. Og hérna sjáum við síðan fjölda frétta eftir dögum, þessar síðustu 2 vikurnar fyrir kosningar, hvernig það skiptast í fjöldi frétta. Fjölgaði gríðarlega hérna síðustu 4 dagar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, sem er þessi rauða lína. Þó ekki 100 metri hérna degi fyrir alþingiskosningar og stjórnlagaþingi var lítill áhugi á því alveg framhættur og jafnvel síðustu dagana var mjög lítill áhugi á að vera með fréttum. Þannig að hérna síðan er... Karl, viltu aðeins fara tilbaka í glæruna? Já, svo. Það kemur þannig að niðursveifla eins og viku. Já, það getur verið bara helgi eða frídagur eða eitthvað slíkt, það er ekki meira til. Áberandi. Já, þú sér það hjá öllum, þannig að hér er væntanlega eitthvað dagadæmi í gangi, ég nefndi ekki að skoða það sérstaklega, en það er örugglega ástæða fyrir því. Og hérna sjáum við sem þetta er miðlum, eðli málsins samkvæmt, þá er náttúrulega vefmiðlarnir duglegastir, það er ekki flókið að átta sig á hverju það. Þeir uppfæra sig mörgum sinnum á dag og geta verið með margar fréttir á sama máli yfir daginn meðan dagblöðin okkar bundin það sem er í blaðinu og sjónvarpsfréttir og annað slíkt. Það er DFF er þarna .is er efstir sem kemur Morgunblaðið þetta mjög stendur sem mjög veldur einna og í síðustu alþingiskosningum mikið á pólitískum fréttum og síðan RÚV.is og Pressan.is.
og ef við höldum áfram, þá var þetta sveitarstjórnarkosningarnar, það var svona svipað tendens þar. Vísi.is og Georg.is með flesta fréttir, síðan áramánuð. Og síðan stjórnarþingið, þá var RÚ.is með duglegir, Moggi.is, Vísi.is, alltaf netmiðlarnir með flesta fréttir. Kemur ekkert á óvart. Þetta kemur svo lítið á óvart hérna finnst mér hvað tvö með fáa fréttir í þessu. Nú, hérna merkileg súlurit, því að margir segja að fjölmiðlar eru mjög hlutdrægir í sínum pólitísku fréttum. Þeir eru alltaf að draga taum Sjálfstæðisflokksins, Framsóknarflokksins, Samfylkingarinnar eða einhverja flokka. Hérna var skoðað hversu eru fréttirnar sem birtast, eru þær hlutlausar eða hallastar í aðra hvora áttina í jákvæðar, gagnvart málefninu sem er til umfjöllunar eða neikvæðar. Við sjáum það hér í öllum þessum þremur kosningum, þar að segja alþingiskosningunum, sveitarstjórnarkosningunum og stjórnlagaþingskosningunum, að yfirgnæfandi meirihluti fréttanna telst vera hlutlausar. Þetta kemur ábyggilega mörgum á óvart. Neikvæðar fréttir og jákvæðar fréttir, þetta svona aðeins sveiflast til. Þetta er allavega súlurit sem er svolítið merkileg, vegna þess eins og ég segi, fólk hefur svolítið tendens til þess að meta fréttir út frá sínu sjónarhorni að séu hann eitthvað jákvæðar eða neikvæðar. En þeir sem að horfa á þetta svona vísindalega segja, meta það þannig, mikil meirihluti frétta í fjölmiðlum er í sambandi þessar kosningar að hlutlaus. Síðan er hérna smá línur varðandi hvort að tala við karla eða konur. Og hérna er verið að skoða hver fyrsti viðmælandi viðkomandi frétt, eða kona eða karl og svo framvegis. Karlar, undantekningar, langflestum tilvikum fyrsti viðmælandi. Og annar viðmælandi líka. Og reyndar alveg upp, þannig að það er konur. Það er ekki talað eins mikið við konur í samtöku stjórnmál eins og karla. Það er svo sem bara í samræmi við aðra fréttir í fjölmiðlum. Konur eiga mjög erfitt uppdráttar í fjölmiðlum. Við sem vorum í fjölmiðlum, við sögum alltaf að það er bara erfitt að hafa konur í viðtal. Það er bara staðreynd. Það er vísa á karlar. Þeir vilja síður koma í viðtal. Það er bara staðreynd. Og hérna, síðan er spurningin, þegar maður horfir síðan alþingiskosningar, við hvaða aðalega var aðalega að tala við. Bjarni Benediktsson, oftast talaði við hann síðasta áramánuði fyrir kosningar. Síðan kom Jóhanna Sigurðardóttir, Steingrímur J. Ástþór, á undan Sigmundur. Það hvað skyldi það vera? Kannski hafa fjölmiðlar bara meiri áhuga á mönnum sem eru með einhver at í gangi, uppákomur. Fjölmiðlar leita svolítið í svoleiðismenn vegna þess að þeir vita að áhorfendur vilja sjá það. Og síðan kom þann aðrir eins og Guðbjartur og Frán Pettersson, svo framvegis. Og þetta er hérna, sáum við síðan sveitarstjórnarkosningarnar. Jón Gnarr, efstur á blaði. Jón Gnarr var alltaf tilbúinn með yfirlýsingar sem voru skemmtilegar að fengu fólk til að brosa. Eða með slíkar yfirlýsingar þá þarf fjölmiðlar til að taka viðtal við, skulu á eitthvað því. Það var skemmtilegur í viðtalinu. Fólk hlær, steinleikur, mikið fólki. Annar byrna og síðan kom aðri hérna svona nokkur neginn í bara flútti. Og eins og tölum áðan í stjórnlagaþings þá bentu fjölmiðlar í gífurlegu vandræðum út af fjölda þeirra sem voru að koma sig fram. Þannig að þú endar alltaf í því að tala við bara sérfræðinga og einhver aðra, meira og minna. Og það er bara þannig. Nú, við skulum átta okkur á því og kannski aðeins átta okkur á því hvernig fjölmiðlar vinna. Það er að segja hvernig ákveða þeir fréttir og hvernig ákveða þeir hvaða fréttir eru teknar. Það gildir þessi gamla regla. Ef hundur bítur mann, þá er það ekki frétt. Ef maður bítur hund, þá er það frétt. Þetta er bara gamla reglan í fjölmiðlum sem er búin að ganga, gamli frasin sem er búin að ganga frá því ég byrjaði í fjölmiðlum.
Það þýðir bara á mannamáli, allt sem óvenjulegt, utan þetta venjulega, það fer í fréttir. Ef þú ætlar að vera með eitthvað fund hérna út í bæ, almennt spjall, þá færði ekki umfjöllun ef maður sé eitthvað sem ekki komið fram áður. Eitthvað sem maður, vá, já, ég verður að segja þetta, ég verður að gera þetta. Það bara svoleiðis. Og við skulum átti úr því að ef að, tökum sem dæmi, nú erum við eitthvað sem kemur fram svona post. Þegar Sigmundur Davíð með fund á Hótel Sögu á morgun verðtryggingu. Sigmundur Davíð mætir og með eitthvað yfirlýsingu og að taka á verðtryggingu. Það ekki sjálfgefið að Sigmundur Davíð myndi leita í fjölmiðla með það, sem fjölmiðla myndi taka upp. Þeir myndi bara meta það út frá því hvað þeir hafa annað þeirri dag og það framvegis. Ef Sigmundur Davíð mætir hins vegar í Laugardalslauginni og með framboðsfundum verðtryggingu í Laugardalslauginni, þar sem hann mætir í spýt og sundskýlu, einnig fattar, talar nákvæmlega saman hlut. Sko lofa ykkur því að það verður allstæðir frétt. Vegna þess að þetta það sem fjölmiðlar leita að, það sem óvenjulegt, það sem er utan normið. Og við erum alltaf að það má gagnrýna þetta. En fjölmiðlar hugsa bara hverjir nenn að horfa á það, hverjir nenn að hlusta á það. Þetta samkeppni bara ratings eins og það heitir á góðum mál. Þeir fá kannanir inn á bortið sína hverjum morgni. Fréttastofu í dag. Hverjum morgni, bungi á borðinu hjá þeim, sem ég sjá núna nákvæmlega hvað horfður margir á þessa frétt í Keflavík. Hver einustu frétt. Það er bara einhver einn tala yfir allar fréttatímann. Hver einasta frétt sundurlífið. Og þegar þeim ákveða síðan hvað fréttir tekin fyrir næsta dag, þá var horft á þessar tölur. Hvað sem var ekki líka betur að þeir. Og ég skal lofa ykkur því að fréttinu Sigmundur Davíð á spýt og sundskýlunni myndi fara að tefnum. Það var bara að mæta alltaf á skýlu. Það lögum við. Það var dálítið veldig. En svo við förum að sé við það hvernig fréttir eru ákveðnar í fjölmiðlum, þá það yfirleitt þannig, og þannig var þetta alltaf þá tíð sem ég var í þessu, að menn mættu á morgunfundi með sínar hugmyndir, fréttamenn, fréttastjóri, vakstjóri. Það er bara að laga fram alls konar hugmyndir í púk. Hvað gerum við daginn? Þetta ekki vísindilega að fara yfir þetta, hvað þarf að fara yfir annars lík. Menn bara fylgjast með því sem er í gangi í þjóðfélaginu, taka á móti tölvupóstum að öðru, segja hvað ég var fjalla þetta máli eða fjalla hitt máli. Það er ekki hugsað þetta út frá pólitík, nema litlu leyti. Það er diskussjónum hvert mál og síðan er bara meiri hlutin yfirleitt sem ákveður á tökum þetta. Stundum er það vakstjóri sem ákveður, eða fréttastjóri, þannig var þetta allavega þegar ég var, en það var svona, þeir komið með sín mál og vildi að þeir tekið og það var svona sem gerð. En almennt innan fjölmiðla ríkir ákveðið lýðræði það hvaða fréttir eru teknar. Og þá kemur spurningin, hvað gerist hérna yfir daginn? Yfirleitt hafa fréttamenn og blaðamenn talsvert sjálfræði það hvernig þeir gera sem fréttir. Það er bara staðreynd. Það er ekki einhver sem er alltaf yfir, sem horfir yfir öxlum á allan daginn og er að segja, nei, þú ert ekki að skrifa þetta svona, þú ert að orða á þetta öðruvísi. Þeir fá að skrifa sína fréttir í friði. Einstaka sinnum eru fréttir vissulega skoðaðar, en allan á þeim tíma sem ég var í þessu þá var það undantekning frekar regla og ástæðan var aðalega svo að það var bara ekki tími til þess. Fréttir eru tilbúnar 5 mínútum fyrir útsendingu og það er enginn sem hefur tíma til þess að yfirfara fréttir eða koma með einhverja athugasemdir og krefast breyting á fréttir rétt fyrir útsendingu. Það skemmt ekki alveg. Nú, við skulum ekki gleyma því heldur að í venjulegum fréttatíma það eru kannski í sjónvarpi, það eru kannski 10 fréttir. Það er ekki meira. Hver fréttir kannski hámarka 1,5 mínúta, það er lengt. Fréttamenn hafa yfir daginn frá morgni til kvölds úr að velja kannski 50, 60, 70 fréttum. Af þeim eru kannski 10 sem fara í útsendingu. Og þetta hefur þau áhrif að þetta náttúrulega verður mjög selektíft hvað er tekið inn. Og fréttamenn hafa vissulega mikið sjálfræði það hvað er tekið. Og það má kannski gagnrýna það að það sé ekki nógu mikið eftirlit með því og þeir sem eru yfirmenn taki ekki nógu fast á því og hvaða mál eru tekin og að hlutleysi sé gætt.
Aftur ítrekka ég það, ég hef ekki orðið varið við það að fréttamenn almennt sé að misnota aðstöðu sína. En ef það verði gert á einhvern grófan hátt, þá mjög við tekið á því með blóðs. Við höfum líka oft séð, við höfum vært sammála um það, og jákvæð umfjöllun í fjölmiðlum skiptir máli. Þóra Arnórsdóttir fékk mikla og jákvæð umfjöllun í fjölmiðlum fyrir kosningar, það skilaði sér. Jón Gnarr fékk mikla og jákvæð umfjöllun í sveitarstjórnarkosningum og það skilaði sér í mjög góðum málum. Það er bara nefnilega þannig að það vilja allir vera í vinningsliðum. Við viljum allir vera með þeim sem er að vinna. Það skýrir hluta til árangur besta flokksins á sínum tíma og það skýrir þá stöðu sem er komin með Bjarta framtíð núna, sem er að ljúka upp í könnunum. Ef ein könnun sýnir að flokkur er á uppleið, þá er það frábært fyrir viðkomandi aðra, vegna þess að það þýðir það að fullt af fólki kemur til bæ. Það stekkur borð. Það vill enginn vera með þeim sem er að tapa. Það er að gerast að Vinstri grænum í dag. Við opnum ekki blað nema einhver sé að fara á flokknum. Það er allir að stökkur á borðinu. Ja, fyrst frá því þá, þetta er vegna þess umfjöllunin í neikvæðum flokki og það virkar á móti. Sama hátt er flokkur, það er litla umfjöllun í fjölmiðlum og hún er svona bara svona passív þegar flokkurinn er til hliðar, þá gerist ekkert. Ef þú hefur ekki neitt þess að stökkbreytti til að fara upp, þá gerist ekkert í fylgi viðkomandi flokks. Og sumir hafa sagt að það sé til dæmis það sem er vandamál Framsóknarflokksins. Það vanti eitthvað stökkbreytti til að fara upp. Og meðan það er ekki til staðar, þá verði flokkurinn fastur í 12–14% á landsvísu. Og þannig að þetta er svona ákveðið ímyndarmál sem maður þarf að fjalla um. Sigmundur Davíð, formaður flokksins, var í Silfri Egilsson síðustu helgi. Þar sagði hann, ábyggilega margir hérna séu þetta viðtal, þar sagði hann réttilega: flokkurinn er mjög sterkur þegar kemur að málefnum, en ekki þegar kemur að ímynd. Það sé alveg rétt þó. Það er rétt milli. Og hann var vonast til þess að málefnin myndu vera til þess að flokkurinn myndi stökkva upp því rétt fyrir kosningar þess að yfirleitt væri þeirra á reyndi, þá væri fólk sem að þær er virkilega að horfa á málefnin. Vandamálið hins vegar er það að það er mjög erfitt að móta sér sinn eigin bás út frá málefnum í dag. Flokkarnir leita mjög mikið í sömu efni. Það loka það að allir flokkar komin að lausna á verðtryggingunni eftir kosningar. Flestir er að fara að fá leiðina nú þegar. Vinstri grænir byrjar að tala um þetta, Sjálfstæðisflokkurinn er sífellt meira og meira að tala um þetta, Framsóknarflokkurinn er með sína tillögur. Þannig að þetta verða að vera allir konur með sínar tillögur. Þannig að það er mjög erfitt að búa til einhverja, að segja að þetta er okkar mál. Það verða þetta þessi mál. Hvað er þá verið eftir? Þá er það ímyndin sem fólk þarf að reyna að bjarga. Ég hef reyndar verið þeirra skoðunar og ég hef sagt það á mörgum fundum að þegar kemur að kosningum þá sé málefni kannski 30%, ímynd 60–70%. Það er mín skoðun. Það er náttúrulega harður kjarni í öllum flokkum sem kýsa alltaf sinn flokk. Og það verður svo áfram. En stór hluti kjósenda er að sveiflast á milli og þegar á reynir þá segja já, mér líka óskaplega vel við Frostafarna eða eitthvað annan til kjósa hann. Ég held að það sé það sem þessi flokkur eins og þessi flokkur hér þarf sérstaklega að horfa á. Og við sáum þetta líka forsetakosningunum. Háskólinn gerði könnun, nokkuð ítarlega könnun á hegðun kjósenda þegar kom forsetakosningunum og þá var þetta svona samandregin niðurstaða sem við vorum með varðandi forsetakosningarnar. Niðurstöðurnar benda til þess að kjósendur hafi almennt lagt meira upp úr persónulegum þáttum eins og hæfni, ímynd og heiðarleika en málefnum eða stjórnmálaskoðunum þegar þeir útskýrðu val sitt. Það svona styður þessa kenningu. Og þetta eru stjórnmálaflokkar farnir að átta sig á þessu og farnir að senda frambjóðendur á sérstök námskeið í framkomu og framsögu og öðru slíku og það reyndar búið til trausta ímynd. Hluti af þessu er þessi árátta að fá fjölmiðlafólk í framboð.
Það ekki vegna þess að fjölmiðlafólk sé eitthvað ókvæmslega gott. Það lofa ykkur því, það ekki ástæðan sko. Ástæðan svo að það verið að leita að þekktum andlitum sem að auglýsa sig sjálf. Og það talið að það muni mögulega auka fylgi í flokka. Og með þessu flokkarnir að viðurkenna þessa staðreynd að sko, þekktir einstaklingar hafa sem fórskotna þá sem eru minna þekktir. Þannig að ímyndin skiptir rauninni meira mál heldur en inni á. Þannig að flokkarnir að fara svolítið þessa leið í dag, svolítið öllu flokkar, líka Framsókn. Og nú, svona er að fara að steyta hjá mér, þá er það nokkuð langt, þannig að hleypa fólki að. En fjölmiðlar, þeir hafa alltaf mikið vald, þeir móta skoðanir, þeir viti vörð. Og jákvæð umfjöllun getur skilað á milli þess hvort að stjórnmálaflokki gengur vel eða ekki í kosningum. Það þarf að beita þessu valdi í fjölmiðla með varúð og ég er þeirra skoðunar að þurfi vissulega að efla eftirlit með fjölmiðlum. Það er bara spurning hvernig á að gera. Sko máttu frá því að fjölmiðlar þeir telja ekki fréttina sína. Þeir telja ekki á hverjum degi við erum með svona marga pólitískar fréttir. Við erum með svona marga fréttir Framsóknarflokkinn og svona marga fréttir Sjálfstæðisflokkinn. Þeir telja heldur ekki mínúturnar sem að hver flokkur fær fyrir kosningar. Eins og það margir stjórnmálamenn sem gera það. Ég hef fengið nokkra stjórnmálamenn á sínum tíma skrifstofu til mín. Svo lögðu ég hérna á borðið plagg og svo, sjáðu, svona taka þetta saman. Var með klukkuna, skriðklukka í gangi meðan fréttinum og stóð. Þessi flokkur við svona marga myndur, við fengum svona. Hvað er það að gera í því? Fjölmiðlar vinna ekki þannig. Og eins og sagði á þegar við vorum að fjalla hérna Fréttablaðið og umfjöllun Fréttablaðsins hvort það væri of mikið talað við frambjóðendur Samfylkingarinnar í Fréttablaðinu í dag. Við teljum ekki dálkana. Það er að telja kannski dálkana einu hálft ár og alltaf okkar sem ég munur. En það hefur ekkert upp á sig að telja dálksentimetra í Fréttablaðinu í dag og segja þessi flokkur eru að fá svona mikla umfjöllun. Við erum ekki að fá svona mikla umfjöllun. Það bara gengur ekki upp. Nú, ég skal minnst ekki gleyma því að stjórnmálamenn og stjórnmálaflokkar þurfa að nýta þau tækifæri sem eru í fjölmiðlum. Þeir þurfa þess að læra á fjölmiðlum. Það voru auðvelt að koma þetta og segja þetta er þér að kenna, þetta er sem fjölmiðl að kenna, hann gerir ekki neitt. Þess vegna er fylgið okkar svona lélegt. Og hérna, það er hins vegar ekki máli. Fjölmiðlar eru bara tæk. Stjórnmálaflokkum eru fjölmiðlar bara tæk. Þeir eru milligöngu aðilar, koma skoðunum og öðru á framtækni. Það er síðan okkar og stjórnmálamanna að koma skoðunum sem að framtækni gegnum þessu tæki og við þurfum að fara rétt að því. Gera það sem að þarf að gera til að ná áhuga þeirra sem eru að taka þessu ákvarðanir. Og svona rétt í lokin, ég varpa fram okkur spurningum og ráði ykkur til svarið, ég er ekki með svarið í þessu sjálf. Það er mikil áhugi á því að taka á þessu málum til hlutlægni og svo framvegis fjölmiðla. Viljum við virkilega hafa eitthvað apparat, ríkisapparat hérna, sem að telur fréttir, það er að segja vegur og metur hvort að einn flokkur er búinn að fá meiri umfjöllun heldur en annar. Viljum við sem sagt að sé einhver rit skoðunarnefnd ríkisins sem að við getum kvartað til. Ég sem fréttastjóri fékk líklega 30–40 kvartanir á hverjum degi frá okkur aðilum sem hringtíma sögðu ég verð að fá að koma mínum skoðunum að andstæðar skoðunir eru komnir. Ég verð að fá að koma mínum. Slík nefnd myndur líklega fá 200–300 tilkynningar á hverjum degi. Myndur drukkna á einni viku. Þannig ef við ætlum að taka á þessum málum, hlutlægni og allt þetta, hvernig ætlum við að gera það? Þannig að sé eitthvað viti. Ég sá hérna að við vorum að tala þessa ákveðnu nefnd sem var að skila sig næstu viku, en ekki næstu viku, næsta mánuði líklega. Þá var formaður hennar, Finnur Beck, kominn hérna sér. Hann getur auðvitað svaraðið um einhverja spurningar fyrir hann. Og hérna, ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra, ég hef ekki fjallað neitt um auglýsingar í sjónvarpi, þannig að eitt kapítúl út af þessi umræður í sjónvarpi.
Eiga stjórnmálaflokkar að fá frían tíma fyrir kosningar? Eiga lítil framboð að fá jafnmikið tíma og stór framboð? Er það sanngjarnt? Eiga allir að fá, eins og sagði, ókeypis tíma? Hvernig á að standa þessum málum? Þetta eru ótal spurningar en þess að ég hef komið langt fram í tímanum, þá ætla ég að láta staðan yfir.